Svíar og Bretar ætla að fresta að uppfylla sum loftslagsmarkmiða sinna til að takast á við afleiðingar verðbólgu. Svíar draga úr fjárveitingu til loftslagsmála annað árið í röð og gera ráð fyrir að losun aukist fram til ársins 2030. Það er útilokað að fjármagna samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins upp á 300 milljarða króna, segir fjármálaráðherra og vill forgangsraða á ný. Formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga segir ráðherra stefna sáttmálanum í uppnám. Doktor í hagfræði segir að seðlabankastjóri tali beinlínis gegn virkni stýrivaxta með því að leggja til að fólk færi sig yfir í verðtryggð lán. Það sé alls ekki hlutverk seðlabankastjóra að veita fjármálaráðgjöf. Minna hefur farið fyrir umræðu áhrif ljósabekkja síðustu ára og ungmenni virðast nota þá í auknum mæli. Húðlæknir segir mikilvægt að snúa við blaðinu því ljósabekkjanotkun auki líkurnar á sortuæxli til muna. Aðstandendur Alzheimer sjúklinga þurfa aukinn stuðning, segir fjölskylda konu með sjúkdóminn. Alþjóðlegi Alzheimer dagurinn er í dag. Komið þið sæl. Svíar ætla að draga úr fjárveitingum til umhverfis- og loftslagsmála annað árið í röð. Skattar á bensín og dísil verða lækkaðir til að koma til móts við Svía í fjárhagskröggum. Sænska stjórnin kynnti fjárlög næsta árs í gær og þar vakti einna mesta athygli mikil lækkun fjárheimilda til umhverfis- og loftslagsmála, alls 2,5 milljarð sænskra króna. Þar segir að líklega náist ýmis loftslagsmarkmið ekki í tæka tíð en áfram verði stefnt að kolefnis hlutleysi fyrir 2045. Och det är ju så att det här är faktiskt den tredje största klimat- och miljöbudgeten någonsin. Så vi satsar hårt på klimatet, men vi jobbar också på att få legitimitet och förankring i klimatpolitiken, bland annat genom lättnader för hushållen och de sänkningarna av bränslepriser som vi också kommer få. Så att det är en blandning av sött och salt. Skattar verða lækkaðir á bensín og dísil til að mæta hækkun eldsneytisverðs og erfiðleikum margra vegna efnahagsástandsins, en það verður líklega til þess að auka losun sem náttúruverndarsamtök harma. Kan man inte förstå att regeringen måste ta hänsyn till människor här och nu med till exempel ökade drivmedelskostnader? Vi tycker att man kan ge stöd till utsatta människor på andra sätt än att låsa fast oss i ett fossilberoende. Nokkur óánægja hefur verið með áform stjórnarinnar sem minnihlutastjórn leidd af leiðtoga Moderaterna Ulf Kristersson. Ungliðahreyfing flokksins afar óánægð með nýju fjárlögin. Man behöver göra mer. Det är bra att man går fram med kärnkraft, bra att man tar bort punktskatterna på bränsle. Men ska man göra det så måste man ju samtidigt höja koldioxidskatten. Jag tolkar det som att man inte har planen färdig än. Sænska stjórnin segir að hvergi verði kvikað frá stærstu loftslagsmarkmiðunum en leiðin sé grýtt. Það kallast á við orð Rishi Sunak sem kynnti breyttar áherslur Breta í gær. We're absolutely confident that we are on track to hit all our international and domestic targets, which, by the way, are world leading. And the reason I have confidence in that is because we've over-delivered on all of our carbon budgets to date. Despite everyone saying, oh, you might not hit them, we've over-delivered on them. Sunak sagði í ræðu sinni í gær að enginn sem yrði vitnið af flóðunum í Líbíu eða miklum sumarhitum í Evrópu efaðist áhrif loftslagsbreytinga og því þyrfti að bregðast við. Fram á menn á vettvangi loftslagsmála harma að missa Breta úr fararbroddi baráttunnar. Humanity has opened the gates of hell. If nothing changes, we are heading towards a 2.8 degree temperature rise, towards a dangerous and unstable world. But the future is not fixed. It is for leaders like you to write it. We can still limit the rise in global temperature to 1.5 degrees. Elva Rakel Jónsdóttir, sviðsstjóri í loftslagsmála hjá Umhverfisstofnun. Erum við að horfa upp á einhvers konar bakslag í loftslagsmálum? Ég held að það sé kannski ekki endilega bakslag, en við erum augljóslega farin að sjá að pendúllinn er farin að sveiflast aðeins fram og tilbaka. Væntanlega er það vegna þess að það er búið að leysa svo mikið af einföldu verkefnunum sem að við vitum hvernig við eigum að ráðast á og nú eru flóknu verkefni framöndan og þá fer að myndast þessi skautun í samfélaginu. En hvað þýðir það til dæmis í þessu stóra samhengi þegar þessar stóru þjóðir eins og Bretar og Svíar núna eru að taka þessar ákvarðanir? Það er augljóslega að bregðast við einhvers konar pressu innanlands hjá sér, en ef þær halda þessari braut áfram til langs tíma
að þá þær að átta sig illa á í rauninni tímafaktornum í þessu verkefni. Nú á ég son sem 7 ára gamall. Hann aldrei að fara að upplifa það stöðuga loftslag sem ég og þú ólumst upp við. Og okkar verkefni í rauninni að reyna að svara því hversu miklum öfgum mun hann þurfa að verða vitni að á lífstímanum. Og þetta eitthvað sem að fyrirtæki heimsins átta sig mjög vel á. Og einnig að þeirra afkoma, hún byggist á svo miklu leyti á stöðuleika og öll áhætta sem byggir á loftslagsbreytingum, hún að fara að hafa mjög mikil áhrif á rekstur fyrirtæki í framtíðinni. Þannig að bæði Svíar og Bretar hér eru í rauninni að tala í andstöðu við mjög stóra hópa fyrirtækja og í rauninni hagsmuna sinna eigin ríkja með því að draga úr hraða aðgerða. Og engi veit í rauninni hvernig þetta fer, en hvað myndir að halda svona hér á landi? Myndir að halda að það sé farið að ræða það eitthvað hér á landi, að fara þessu sömu leið? Mér sýnist ekki. Mér sýnist við frekar vera að tala það að fara hraðar og kannski vera með betur útfærðar aðgerðir og hleypa fleirum að borðinu í því. Og það þetta mjög mikilvægt að við ræðum þar hreinskilnislega, það má alltaf gera betur í útfærsluverkefna og velja fleiri leiðir. Elva Rakel Jónsdóttir, takk kærlega fyrir að koma og útskýra fyrir okkur. Við ræddum þetta mál við fjármálaráðherra fyrir í dag og spurðum hvort stjórnvöld væri farin að ræða þessi mál við ríkisstjórnarborðið. En við erum alltaf að endurmeta stöðuna hjá okkur og til þessa höfum við viljað halda okkur við yfirlýst markmið. Við erum í raun og veru með okkar eigin landsmarkmið sem eru umfram alþjóðlegar skuldbindingar og það sem Bretar eru að gera sýnist mér að þeir halda sig við markmiðin til 2050 en þeir eru að færa suma áfanga sem átt að nást 2030 til 2035 en segir samt ná í land 2050. Ég skal ekki segja hvernig úr þessu spilast næsta áratugin í okkur en við erum ekki að ræða þetta að minnsta kosti í dag. Karlmaður hefur verið ákærður fyrir manndráp vegna manns sem lést af völdum stungusára á Ólafsfirði í október í fyrra. Þetta staðfestir Kolbrún Benediktsdóttir varahéraðssaksóknari en gat ekki veitt frekari upplýsingar ákæruna að svo stöddu. 3 voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna málsins en 2 sleppt fljótlega á eftir. Sá sem lengst sat í varðhaldi bar fyrir sig að hinn, látni, hefði veist að sér með hníf. Málið verður þingfest í héraðsdómi Norðurlands eystra í næstu viku. Fjármálaráðherra segir útilokað að fjármagna samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins í núverandi mynd forgangsraða verði í lausnum í þágu fólksins. Formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga segir ráðherra setja sáttmálan í uppnám með yfirlýsingum sínum því öll vinna miðist við að sáttmálinn standi. Fjármálaráðstefna sveitarfélaga fer fram í Reykjavík í dag og á morgun og þar kastljósinu beint að öllu sem tengist fjármálum þeirra, stórum málum jafnt sem smáum. Formaður sambandsins reið á vaðið og benti á að uppsafnaður halli sveitarfélagana væri 32 milljarðar króna og síðan tók fjármálaráðherra við og sagði raunsætt mat að útilokað væri að fjármagna samgöngusáttmálan í núverandi mynd. Þess vegna þetta spurning að spyrja sig, hægt að gera þetta með hagkvæmari hætti? Í hvaða röð ætlum við að fara í þetta í ljósi þess að við getum ekki klárað þetta innan þess tímaramma sem upp var lagt með. Þá þarf áfanga að skipta þessu og þurfum að fara að tala meira það sem nær í tíma. En hingað til hefur yfirleitt allt of mikið snúist það hvernig möguleikur brautapallur snúi eða hvernig hann líti út 2030 eitthvað og það bara ekki mikilvæg umræða í dag. Samgöngusáttmálinn stefni í að kosta 300 milljarða og Bjarni segir að ráðast verði í einstaka þætti borgarlínu í áföngum. Fyrst og fremst eigi að forgangsraða lausnum í þágu fólksins. En til fjármagn fyrir þessum framkvæmdum? Já, við getum vel fjármagnað verulega framkvæmdir á næstu árum og eitthvað svona í líkingu við það sem við vorum að tala á sínum tíma. En þegar þetta kostar allt tvöfalt meira þá verðum við að staldra við og fara að tala þetta eitthvað raunsæi. Þannig við höfum ekki 300 milljarða á næstu 10 árum? Nei, það alveg útilokað. Miklar vonir hafa verið bundnar við samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og því óhætt að segja að yfirlýsingar Bjarna hafi ekki vakið lukku á ráðstefnunni í dag. Þetta ekki gott þegar einn aðili á svona mikilvægum sáttmála stígur fram og einhvern veginn reynar að sópa hluta hans út á borðinu. Við erum hérna ríki og sveitarfélög, við erum búin að semja þetta saman og erum með máli í ákveðnu ferli og við erum að haga allir okkar uppbyggingu í þessum sveitarfélögum í samræmi við það að þessi samgöngusáttmáli standi. En það þá sáttmálinn sjálfur sem í uppnámi? Já, ef að ríkið ætlar ekki að fjármagna sinn hluta af honum, þá auðvitað fer hann í uppnám. Ég vil ekki trúa því að svo sé. Ég heyri að það einhverjar öflur á fjármálaráðherra og mér finnst það að setja þessi mál í ákveðið uppnám. Jú, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga segir að orð samgönguráðherra sitji fjármálaráðherra sitji þennan sáttmála í uppnám. Rósa Guðbjörnsdóttir, bæjarstjóri í Hafnarfirði, tekur þú undir þetta?
Nei, ég get nú ekki gert það og eiginlega þvert á móti. Ég held að þetta sýni einmitt að það er verið að taka málunum af raunsæi og ábyrgð. Það lá alltaf ljóst fyrir 4 árum þegar skrifa var undir þennan sáttmála að hann myndi þróast og verða uppfærður og svo vinna í gangi núna. Það er einmitt mjög brýnt að taka tillit til aðstæðana hverju sinni, fara með árunum í gegnum kostnaðar hlið málsins og ábata af verkefnum. Þannig að það er svo vinna sem er í gangi og það sem verið er að vísa til. Og það átti svo sem engin von á því að þessi frumkostnaðaráætlun sem var lögð fram fyrir 4 árum að hún myndi á þessum tíma tvöfaldast og jafnvel þrefaldast. Þannig að þessi fjármunir er ekki til núna. Þannig að með þessu, með því að fara í gegnum sáttmálan, forgangsraða upp á nýtt, allavega einhverjum verkefnum, taka kannski einhver út eða færa þau aftar í sáttmálan, þá er einmitt verið að hugsa til þess að verkefnin fari af stað og hér verði raunverulega samgöngubætur á þessu svæði sem er svo gríðarlega brýnt mál. Fjármálaráðherra segir að það þurfa að forgangsraða verkefnum í þágu fólksins. Hvað viljið þið sjá hér í Hafnarfirði? Já, við höfum náttúrulega lengi barist fyrir því og í þessu sáttmála er gert ráð fyrir að það verði framtíðar úrbætur á Reykjanesbrautinni frá Lækjargötu að Álftanesvegi og það er brýnasta verkefnið hér á þessu svæði og við munum leggja áfram mjög mikla áherslu á að sú tímalína haldi hér í bænum. Þakka þér fyrir, Rósa. Jú, samgöngumál eru vissulega á oddinum hér í Hafnarfirði eins og annars staðar. Við þökkum fyrir og segðu gott hérna á Hafnarfirði. Takk fyrir það, Pétur Magnússon og Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri. Við snúum okkur að öðrum. Það er ekki hlutverk seðlabankastjóra að gefa ráðleggingar í fjármálum, hvorki almenna né sértæka, segir doktor í hagfræði. Hann telur að seðlabankastjóri hafi beinlínis talað gegn virkni stýrivaxta með að leggja til að fólk færi sig í verðtryggð lán. Þegar vextir voru lágir á Íslandi jukust óverðtryggð lán stórum eins og sést á þessari mynd. Nú er komið að endurskoðun á vöxtum margra óverðtryggðra lána og fyrirséð að greiðslubyrði margra eigi eftir að hækka og í sumum tilfellum mjög mikið. Seðlabankastjóri segir að þess vegna eigi fólk að huga að sínum lánum. Ólafur Margeirsson segir að seðlabankastjóri hafi meðal annars hvatt fólk til að íhuga verðtryggð lán. Með þessu er hann að leggja til fyrir fólki, hann er að ráðleggja fólki að komast hjá áhrifum stýrivaxtabreytinganna sem er meðal annars að hafa áhrif á greiðslubyrði lána til þess bókstaflega að fólk hafi minna á milli handana til þess að eftirspurn dragist saman og verðbólga minnki. Með þessu er hann að vinna á móti eigin aðgerðum seðlabankans. Ólafur segir að ekki aðeins vinni þetta gegn aðgerðum bankans í baráttu hans við verðbólgu heldur hafi þetta áhrif á trúverðuleika hans sem sé honum mikilvægur. En er yfir höfuð ráðlegt að halla sér að verðtryggðum lánum. Það er mín persónulega að fólk eigi að taka sem allra minnst að verðtryggðum lánum eins og það getur. Lítið hefur farið fyrir umræðum skaðleg áhrif ljósabekkja síðustu ár og svo virðist sem ungt fólk notið á meiri en áður. Krabbameinslæknir segir ljósabekkjanotkun hluta af ákveðnu hegðunarmynstri. Mikil herferð var hrundið af stað gegn ljósabekkjanotkun hér á landi á sínum tíma til að draga úr hættu á skaðlegum áhrifum þeirra. Forvarnir skiluðu sínu og samkvæmt könnunum hefur almenn ljósabekkjanotkun Íslendinga minnkað jafnt og þétt. Minna hefur farið fyrir umræðinu síðustu ár. Kannanir ná ekki til ungmenna yngri en 18 ára sem eiga lögum samkvæmt ekki fara í ljósabekki. Það virðist þó ekki vera mikil fyrirstaða og þau sækja nokkuð vandkvæðalaust í ljós þessa dagana. Hér á Íslandi er sólin yfirleitt af skornum skammti og það getur verið freistandi og manni jafnvel þótt saklaust að fara í ljós. En er munur á að fara í ljós og vera út í sólinni? Þetta er svoleiðis miklu meira magn á langbylgjugeislun sem að maður fær heldur en ef þú ferð út í sama tíma í sólinni. Þessi langbylgjugeisla sem er í sólbaðsstofunum, það er bara eins og fara á 1000 km hraða bíl með við 50-60 sko. Það er afleitt. Börn og unglingar eru næmar en aðrir fyrir skaðlegum áhrifum geislunar frá ljósabekkjum og sól. Tíðni húðkrabbameins hefur aukist mikið á síðustu áratugum, einkum tíðni sortuæxla. Hér á landi jókst fjöldi sortuæxla hratt í kringum 1993. Tíðnin fór niður á við þegar herferð gegn ljósabekkjum stóð sem hæst.
Hildur Helgadóttir krabbameinslæknir segir ekkert krabbamein hafa eins sterk tengsl við bæði umhverfi og erfðir og húðkrabbamein. Ljós húð í mikilli sól sé líklegust til að þróa með sér sortuæxli. Það sem alltaf líka að það að sækja í sólabekki, að það hluti af ákveðnu hegðunarmynstri. Því að venjulega það þeir sem að sækja í sólabekkina, að þeir munu þá líka sækja í sólböð, bæði kannski við sundlaugar heima á Íslandi eða fara til útlanda. Hildur segir mikilvægt að snúa við blaðinu. Þó meðferðina séu komnar þá þetta samt mjög alvarlegur sjúkdómur. Þannig að sjáum við sem vinnum með þetta sem krabbameinslækningar að þetta náttúrulega rosalegar þjáningar og þetta erfiðar og þunga meðferði líka með mikið af aukaverkunum og sumar aukaverkunum sem að verða bara það sem eftir Þannig að það að snúa í þannig að nú svo góða meðferði, við þurfum ekki að hugsa þetta lengur, að það algjör bara hugsunarvilla. Fyrir ungt fólk mikilvægt að hafa athvarf sem hægt að leita til og fá hjálp og stuðning. Þetta segja menntaskólanemar sem hafa nýtt sér þjónustu Bergsins, en það fagnar 5 ára afmæli þessar myndir. Tæplega 300 menntaskólanemar gengu fylktu liði frá Iðnó að húsnæði stuðnings- og ráðgjafasetursins Bergsins í dag. Í Berginu, sem hefur verið starfrækt í 5 ár, boðið upp á lágþröskulda þjónustu fyrir ungmenni undir 25 ára með áherslu á stuðning, fræðslu og ráðgjöf. Meðal gesta voru Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, sem ýmist heilsaði nemendum eða faðmaði þá og bauð alla velkomna. Gestir voru sammála að athvarf á borð við bergið sé gríðarlega mikilvægt ungu fólki. Það skiptir bara verulega miklu máli og það eru mjög margir unglingar sem díla við það bara að vera ein og ekki geta tala við neitt og feimin til að geta farið út og stíð til að tala við einhvern og fá hjálp við vandamálunum sínum. Sko, þetta alveg ólíkt því að fara til sálfræðings sem pantar tíma og hvað. Þú bara mætir og getur talað hvað sem náttúrulega ótrúlega þægilegt og það rosa gott að vera með þetta á Íslandi loksins og það náttúrulega líka netspjall og alls konar, þannig að það mjög aðgengilegt að fá aðstoð. Þá voru nokkrir sem höfðu ekki enn kynnt sér starfsemi Bergsins en voru forvitnir. En þetta lítur svo vel út og það spennandi að vita á þessu allavega. Já, bara mjög gott að vita að þetta sé hérna til staðar. Ég hef aldrei komið en það mjög mikilvægt að ungt fólk geti vita að sé einhver staður sem þau geta leita til og kosti ekki og þurfi ekki að tala við foreldra. Þannig að mjög mikilvægt bara fyrir samfélagið. Framkvæmdastýra Bergsins segir sífellt fleiri leitað þangað. 1300 ungmenni hafa nýtt sér þjónustuna en að meðaltali 70 viðtöl tekin í hverri viku. Hérna hafa þau aðgengi að fagaðila alltaf án þess að þurfa að útskýra það eða vera með greiningu eða fá tilvísun eða neitt og þetta bara ókeypis aðgangur að fagmenntuðum aðila hvað sem sem þú þarft að tala Okkar markmið að hlusta, okkar markmið að þau vinni með okkur að því að finna lausnir og en ekki að greina og sjúkdómsgreina og meðferða. Það eins og að stinga sér í djúpulaugina ósyndur þegar náinn aðstandandi greinist með Alzheimer. Þetta segja aðstandendur konu með sjúkdóminn sem héldu erindi á alþjóðlega Alzheimer-deginum í dag. Systurnar Dagný og Hera segjast hafa fundið fyrir ráðaleysi eftir að náinn aðstandandi þeirra fékk Alzheimer-greiningu. Það var mikið áfall, þrátt fyrir að auðvitað hefði við grunað þetta. En það sem kannski verst í þessu að það greip okkur enginn. Við höfðum ekkert í höndunum. Við höfum enga bæklinga, það ekki bókaður tími í eftirfylgni. Við löpum bara þarna út og punktur. Systurnar héldu erindi á ráðstefnu hérna í Hofi á Akureyri í dag úrræði og þjónustu fyrir fólk með heilabilanir. Þeim þótti vanta vettvang fyrir aðstandendur Alzheimer-sjúklinga til að styðja sig hver við annan og spyrja spurninga. Því var til stuðningshópur sem hefur hist reglulega hérna á Akureyri í tæpt ár. Það ákveðin ró í því að geta spjalla saman og fundi svona stuðning sem klárlega til staðar. Þessi hópur sem hefur verið að hittast orðin mjög þéttur. Þær segja sérstaklega mikilvægt að fólk sem býr utan borgarinnar sé ekki eitt á báti með sjúkdómnum og tryggja þurfi að þjónustan rati í alla landshluta. Fólk greinist alls staðar en það ef við í 20.000 manna sveitarfélagi sem á þjónusta nær sveitarfélagum líka, þá get ég ekki ímynda mér hvernig það að búa kannski bara á Ísafirði eða einhvers staðar annars staðar þar sem kannski bara ennþá minna. Í stuðningshópnum segja þær sögurnar vera keimlíkar, aðstandendum finnist vanta eftirfylgni og það sé í höndum hverrar fjölskyldu að bera sig eftir þjónustunni. Fæstir sjúklinganna fengu boð í endurkomu til læknis eftir greiningu.
kerfið bara byggt upp þannig að þú getur ekki leitað aðstoð eða fengið aðstoð fyrir en að þú ert komin í þá stöðu, þú getur ekki meir. Þetta bara eins og ef einstaklingur greinist með krabbamein, ólæknandi krabbamein og hann fær ekki endurkomutíma. Þetta auðvitað galið. Jæja Bergsteinn, hvað ætlið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Hrönn Ólína Jörundsdóttir, forstjóri Matvælastofnunar, gestur Kastljóss í kvöld en Kristján Loftsson, forstjóri Hvals, vandaði stofnuninni ekki kveðjurnar hér í þættinum fyrir vikunni. Við fjöllum líka tölvuleikinn Yvonne Line sem á 20 ára afmæli í ár og Guðrún Sóley segir frá heimildamyndinni Sovjet Barböru og fleiru í sneisa fullum menningar fréttapakka. Takk fyrir þetta Bergsteinn, við ætlum hins vegar að líta núna til veðurs. Á morgun snýst vindur í austlæga átt og vindhraði verður yfir 3 til 10 metrar á sekúndu. Það þykknar upp með rigningu á köflum sunnanlands en norðan til á landinu verða áfram skúrir eða él sem fara minnkandi þegar líður á daginn. Hiti verður 2 til 10 stig og það verður mildast syðst. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur, hún fer nánar yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Riðlakeppni Evrópudeildarinnar í fótbolta hófst í kvöld. Liverpool sótti 3 stig til Austurríkis og kvennalandslið Íslands í fótbolta mætir Wales á Laugardalsvelli í þjóðadeildinni annað kvöld. Leikmannahópurinn reiknar með hörkuleik. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Svíar og Bretar ætla að fresta að uppfylla sum loftslagsmarkmið. Sviðsstjóri loftslagsmála hjá Umhverfisstofnun segir verið að bregðast við innanlandspressu, flókin verkefni séu framundan. Það útilokað að fjármagna samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins upp á 300 milljarða króna segir fjármálaráðherra og vill forgangsraða á ný. Formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga segir ráðherra stefna sáttmálanum í uppnám. Doktor í hagfræði segir að seðlabankastjóri tali beinlínis gegn virkni stýrivaxta með því að leggja til að fólk færi sig yfir í verðtryggð lán. Það sé alls ekki hlutverk seðlabankastjóra að veita fjármálaráðgjöf. Minna hefur farið fyrir umræðu áhrif ljósabekkja síðustu ár og ungmenni virðast nota þá í auknum mæli. Húðlæknir segir mikilvægt að snúa við blaðinu því ljósabekkjanotkun auki líkurnar á sortuæxli til muna. Aðstandendur Alzheimer sjúklinga þurfa aukinn stuðning, segir fjölskylda konu við sjúkdóminn. Alþjóðlegi Alzheimer dagurinn í dag. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Það eru næst fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á ruv.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Þegar storkurinn flýgur hjá. Danskir heimildaþættir ófrjósemi og þrána eftir að eignast barn. 3 pörum og einni einhleypri konu fyllt í 3 ár. Kæfandi ást. Önnur þáttaröð írsku spennuþáttana Val Alhörn og fjölskyldu. Ískaldur ólgusjór. Fyrrum herlæknir sem fallið hefur í ónáð ætlar að snúa við blaðinu.